Komið heil og sæl, við heilsum ykkur á nýju ári hérna austan. Í kvöld ættum við að rifja upp 4 vel valin atriði frá liðnum vetri. Við ætlum að fara á sæbjúgnaveiðar í Norðfirði. Lítum við á Fáskrúðsfirði en franski spítalinn hlaut nýverið virk evrópsk menningarverðlaun og heyrum söguna bak við gamla pramman í botni Mjóafjarðar. En við hefjum leikinn á Karlsstöðum í Berufirði hjá þeim Svavari og Berglindi. Að vera bara að búa inn í einhvern veginn miðri náttúruparadís þannig að maður lappar einhvern veginn út og fær svona bara tekur andköf bara wow að það er hérna einhvern veginn, já maður fær rosa mikið kraft úr því. Listamennirnir og bændurnir Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Hessler létu drauma sína rætast þegar þau keyptu jörðina Karlsstað í Berufirði en þar hafa þau byggt upp ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu auk þess sem að menningin fær sinn stað. Bæði höfðu þau búið á höfuðborgarsvæðinu alla sína tíð fyrir utan stuttan tíma á Seyðisfirði. En af hverju sveitalífið? Ég spyr mig að því á hverjum degi. Hvað er ég að gera hér? Við einhvern veginn byrjaði þetta fyrir einhverjum árum síðan sem eitthvað svona draumur að fara og rækta grænmeti og framleiða vörur úr þeim og stunda einhvers konar menningarstarfsemi, tónleika og húlumhæ og svona til að gera langt stutta þá fundum við þennan fína bæ hérna á Austfjörðum í Berufirði og settust hér að og byrjum að láta drauma okkar rætast. Þetta er bara búið að vera algjört ævintýri, rosa mikið vinna náttúrulega en þetta er bara gott samfélag sem við búum í hérna og við hefum fengið mjög góða móttökur og það er ótrúlega gaman að vinna bara frá morgni til kvölds að áhugamálum sínum. Það er einhvern veginn algjörlega ómetanlegt og að vinna fyrir sjálfan sig. Það er bindandi en á sami tíma frelsandi. Matvælaframleiðsla Berglindar og Svavars hófst á Bulsunum sem eru íslenskar grænmetispylsur og lífrænt ræktuðu íslensku bankabyggi og öðrum úrvalsráefnum. Í dag framleiða þau einnig snakk úr gulrófum og grænkáli sem ræktað er og fullunnið á Karlsstöðum. Það er greinilega mikil eftirspurn eftir íslenskum fullunnum vörum. Við finnum það og það er mikil eftirspurn eftir snakkinu. Ennþá er framleiðslan, hún hefur verið svona ennþá frekar hæg. En nú erum við að breyta svolítið framleiðslunum þannig að nú ættum við að geta framleitt miklu meira. Og bulsurnar, þær eru alltaf salan á þeim með ári hverju. Það er ekkert íslenskt snakk sem er unnið úr íslensku grænmeti. Það er unnið úr innfluttu kartöflumjöli, það sem er til á markaði. Þannig að þetta er bara tækifæri og líka gott að nota grænmeti sem er auðræktanlegt hérna á Íslandi og líka að gefa þessu hefðbundna grænmeti sem við erum vön, þessu róf og grænkál, eitthvað annað líf. Það er að gera svo margt annað heldur en við erum kannski vön. Það er ekki bara með saltkjötinu. Aðeins eru 2 ár liðin frá því að þau Skötjuhú fluttu með fjölskyldunni í Karlsstaði og hafa þau áorkað ótrúlega miklu á þeim tíma. Þau byrjuðu á því að gera íbúðahúsið upp, þá gamla bæinn þar sem þau eru með gistingu, fjósinu var breytt í snakkgerð og hlöðinu í veitingastaðinn og viðburðavettvanginn Havari sem opnaði síðastliðið vor. Havari var byrjaði sem plötubúð í Austurstræti í 101 Reykjavík. Þróaði síðan út í það að vera myndlistagallerí og tónleikavettvangur. Neyddust til að loka þeirri búllu 2009 því að eigendurnir voru með háleita draum að byggja hótel. Þannig að við fórum á Hrakhóla og enduðum eiginlega hérna í 765 Berufirði. Við erum að opna bara sömu búllu hérna aftur í öðru póstnúmeri. Smá matvælatvisti. Já, með smá breytingum en maturinn kom inn í á leiðinni hingað og þannig að við erum svona markmiðið með þessu er að þetta sé svona viðburðavettvangur og lifandi staður fyrir músík og myndlist og mat. Seint kvöldi rokka við mér úr rótinu. Það er enginn heima, ég er aleinn í kotinu. Má ég fá mér púðu, sykur og rjóma. Ekki fella dóma, ekki kalla mig róna. Siglit í skottið á þér niðri á hlölla. Hvað ert að gera, ert að detta í slölla? Við eitthvað gerpi sem og ekkert gott skilið. Ég þarf að tala við þig, minnka aðeins bilið. Ég get verið alveg fáránlega hress, en ég get verið viðbjóðslega leiður líka.
hvort mikilvægara við. Það var rosa gaman að fá listamenn til að koma og kannski vera í 2-3 daga, gefa þeim bara vel að borða og góð rúm og þannig að svona slaka þess á og sumir voru í viku kannski bara fyrir og eftir. Þannig að þetta verður kannski svona gera svolítið úr þessu. Það er kannski líka markmið með þessu að listamenn eru oft kannski á þönum í tónleikamennsku og hoppa inn og út. Og auðvitað það er líka allt í lagi en það er líka gaman að koma og slaka á og nýta tíma og kannski taka eitthvað upp og auðvitað þess að halda tónleikana. Og svo fannst mér þetta líka samin að svona sveitina, bara brjóta múr, það er stundum rígur milli Djúpivogshrepps og Breiðdalsvíkur og mér fannst svona bara einhvern veginn, við erum einhvern veginn mitt á milli og fólk kemur og hittist og bæði líka bændur í sveitinni koma svona að bera saman bækur og taka stöðun á heiðskap og svona og það er ekki síður skemmtilegt að bara það einhvern veginn að koma í kvöldkaffi hingað og ræða málin, það er bara ótrúlega gaman. Við getum haldið tónleika út í Raskati með fullu húsi miðja vetur, það er náttúrulega mikil meðgjöf. Það sem hjálpar líka við að gera þetta svona ánægilegt og að góðum stað til að búa og einmitt hvað það er mikið af frábæru fólki að gera skemmtilega hluti. Þannig að það er alltaf, þegar okkur langar að vera neytendur einhvers staðar þá er bara svo margt í boði og við erum rosa duglega að fara í önnur bæjarfélög og fara helgar og gista einhvers staðar og taka þátt annars staðar. Af því að eins og ég segi, það eru bara einhvern veginn snillingar í öllum plásum Svavar Pétur er einn af þekktastur sem listamaðurinn Prins Pólo en hann á rætur sínar að rekja á Seyðisfjörð. Eftir við fluttum austur á Seyðisfjörð þannig 2008 þá var ég í rauninni bara einn og ekki í rauninni með hljómsveit og kom inn fyrir niður í kjallara og fór að semja tónlist undir nafninu Prins Pólo og sem var nú bara inspirerað af sjoppunni. Það var svona sjoppuleg tónlist og fekk sjoppulegt nafn. Síðan bara svona, það átti nú svo sem ekkert að vera neitt nema bara eitthvað svona til að hafa eitthvað að gera þannig við veturinn. En svo vattaði upp á sig og ég er nú alltaf ég er alltaf með svona hugmynd að reyna að enda það einhvern veginn með, gera eitthvað fáránlegt þannig að ég geti henni ekki haldið áfram með það. Svo hefur Berglind spilað með mér í hljómsveitinni, Prins Pólo, og við vorum í hljómsveitum þar á undan líka. Við vorum í dúett sem létt á bárunni og tókum plötu í Seyðisfjarðarkirkju og ekki pönk í því og töluðum kvótann og svona alvöru hluti. Rosa reið. Núna snýst þetta svolítið það að vera bara inn í bílskúr á kvöldin þegar ekkert annað að gera og taka upp og Já, og svo svona kannski vegna annað þá hef ég svona smám saman alltaf tekið minna þátt út af því að það er svo margt annað að gera. Þegar það er búið að kála Prins Pólo og við erum svona aðeins búin að ná betri tökum á snakkbransanum að þá vonandi fyrir við aftur í skúrin og gerum meira pönk. Hvað skildi vera framundan hjá Karlstaðabændum? Verkefni framundan er að ná utanum snakkframleiðsluna og koma því svona alveg rækilega á kortið. Já, og svo er bara að spila og svo kannski fyrir við í sumarfrí í janúar, hver veit. Svo opnum við aftur Hafarið 1. maí og þá verður við opið alla daga Og það er líka svo skemmtilegt við þetta er svo fjölbreytt og við lifum svo með ástíðunum þannig að það er svona hver ástíð hefur sitt verkefni. Núna erum við svona fyrir að líða að lokum uppskeru og þá fyrir að taka svona öflug framleiðsla við og svo kannski eins og ég segi slökum við aðeins á í janúar og svo höldum við áfram og svo miðar þetta þá fyrir við að undirbúa sumarið með bæði viðburði og svona matselt og fleira og svo auðvitað bara þarf að fara að plæja og allt þetta. Þannig að þetta er svona, mjög fjölbreytt. Nú ætlum við út á sjó að veiða nokkrar ýsur eða þorskar. Við erum stödd hér í Neskustad en hér eru strákar sem að stunda sæbjúguveiðar. Við ætlum að fá forvinnast aðeins hvaða skepnur þetta eru, eða dýr, eða, ég veit það ekki. Sjávarfang. Láta á að segja okkur frá því. Já, það stendur sjávarfang og görón. Já. Ég meina þetta er lifandi dýr og það hreyfir sig og nærist og þannig að þetta er mjög skondið apparat, það er bara þannig. En hvernig er venjulegur dagur á sæbjúguveiðum?
Hefðbundinn dagur hjá okkur, þá byrjar bara svona oft að fara miðnætti. Við erum komnir á miðin 2-leytið og þá er bara byrjað að græja og gera og kasta fljótlega eftir. Togin eru svona, já alveg ef það er veiði þá geta þau farið niður í 10 mínútur korter og upp í svona 45 mínútur hjá okkur. Og já, reynum að ná svona 300–500 kílóum. Það var 500 kíló er voðalega svona þægilegur skammtur fyrir okkur. Eru þetta langi dagar? Já, þetta eru langi dagar. Við nýtum yfirleitt 14 tíman okkar sem við höfum verið úti. Síðan bara slökum við, ég segi hásetanum hérna hvað ég vil fá mikinn vír út og hann slakar eftir því og það auðvitað miðast bara við botndýpi. Síðan bara sest plógurinn veiðir á keðjunum sem eru fremst á honum. Það liggja við botninn, skafa bjúgurinn upp og þau rúlla síðan eftir í poka. Hvað gerið þið við aflann þegar hann kemur borð? Þá sturtum við þessu í móttökuna hérna og síðan er bara flokkað frá eins og gras og ost og svona. Eitthvað sem má ekki að fylgja og þetta fer síðan bara hreint í kör niður í lest. Þeir róa 2 saman á Eyja NK, en í hverju felst starf háseta? Það er náttúrulega bara að flokka bjúguna frá og taka pokan inn fyrir og opna hann og binda fyrir og hjálpa til við köstun, snúa póknu við. Byggist þetta mjög mikið á veðrinu? Þetta byggist mjög mikið á veðrinu. Það er algjörlega þannig að þú þarft bara mjög gott veður í að stunda þetta. Þetta auðveldast að eftir þessi stærri bát sem þú kemur á og þá getur þú farið út í aðeins verra veðri en þú þarft alltaf tiltölulega gott veður. Við erum alveg í minninkantinum á þessum bátum sem eru að veiða hérna við Ísland sko og þeir sem eru með stærri báta þeir náttúrulega þurfa það líka bara út af réttindamönnum og öðru sko. Það þarf að vera stýrimaður og skipstjóri og vélstjóri. Þannig að þeir eru að lágmarki 3, en þeir eru líka mjög oft 3 bara um borð. Misjafnt hversu langt menn þurfa að sigla á miðin. Þetta er svona 2 tíma stím fyrir okkur. Við erum voða mikið búin að vera hérna á Gerpisröstinni og það er kring. Hjálmar og Sæþór eru öllu jafna frystitogarasjómenn, en gætu þeir hugsað sér að gera þennan veiðiskap að ævistarfi? Það veltur á ýmsu. Ég get alveg hugsað mér það við réttar aðstæður og það er alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt og þetta er ekkert verið en hvað annað sko, alls ekki. Sæbjúgun eru sjávadýr með leðurkennda húð og langa líkama. Sæbjúgur eru oftast 10–30 cm löng, en minnsta þekkta tegundin er einungis 3 mm, en svo stærsta getur náð alltaf 1 metra. En eru sæbjúguveiðar stundaðar víða? Þetta er algjörlega út allan heim. Og þetta með misjöfnum aðferðum og sumir nota bara báta og kafara, tína þetta botninum. En þetta getur verið sko bara eftir tegundum og það eru alveg ofboðslega margar. Ég held að talað að það séu upp í 1500 tegundir af sæbjúgum í kringum heiminn. Þannig að þær eru mjög mismunandi verða á þeim sko. Í Kína er algengt að rækta sæbjúgu í tilbúnum tjörnum. Þau eru notuð til matar, lækninga og sem fæðubótarefni. Auk þess sem þau eru talin heilnæm, góð fyrir húð, augu og þvagfærakerfi og hafa jákvæð áhrif á kynorku. En það er nú svo sem misjafnt hvernig þau eru nýtt. En hafa þeir smakkað þau? Nei, hef ekki gert það, en það er komið á dagskrána. Maður verður að pröfa þetta, fyrst að maður er nú komin á þetta. Vitið þið hvernig þetta er matrætt? Þetta þykir best sko, þá eru þau skorin, þurrkuð, söltuð og reykt. Síðan las ég einhvers staðar að það sem að besta afurðin, hún er látin í bleyti aftur. þar sem hún nær nánast upprunalegri stærð. Og ég síðan bara hef ég ekki lesið mig lengra með hverju þetta er étið eða hvað er gert sko. En þetta þykir mjög gott og mjög hollt. Norðfjörðurinn er spegilsléttur og eru margir á því en hvergi er betra að vera í svona veðri en úti á sjó. Strákarnir á Eyja NK eru í þeim hópi og ætluðu að nýta blíðuna til að ná í meiri afla. Franski spítalinn á Fáskrúðsfirði fékk í ár evrópsk verðlaun fyrir varðveislu menningararfs. Spítalinn var upphaflega reistur þar árið 1903 til að þjóna Frökkum sem stunduðu veiðar úti fyrir Austfjörðum. Árið 1939 var húsið flutt út á Hafnarnes þar sem það gegndi ýmsum hlutverkum. Það hafði staðið í eyði árum saman þegar minjavernd ákvað að endurbyggja það og var það í kjölfari flutt aftur inn í Kauptúnið. Þar myndar spítalahúsið franska þyrpingu
ásamt fleiri húsum. Uppbyggingin var í höndum minjaverndar og framkvæmdastjórinn stoltur af viðurkenningunni. Þetta verkefni sem búið að taka 10 ár frá fyrstu hugsun og til verkaloka og eftir alla þá framvindu þá þetta ákaflega kærkomið að fá þessa umbun erfiðisins. Þessi verðlaun, European Union Awards for Cultural Heritage, Europa Nostra, eru þau virðulegustu sem veitt eru í Evrópu á þessu sviði og þetta í fyrsta skipti sem að slík verðlaun hlotnast verkefni á Íslandi. Þannig að við óneitanlega tökum þetta dálítið til okkar og erum ákaflega glöð í hjarta. Þrátt fyrir að hafa verið sannfærð eigið ágæti við framvindu þessa verkefnis, sem stærsta verkefni sem að minjavernd hefur ráðist í utan Reykjavíkur. Þá áttum við nú eiginlega satt að segja ekki von að þessu. Því að samanburðurinn við önnur þau verkefni sem að voru veitt þetta árið eftir að maður sér hverjir þar á ferð og hvaða verkefni og hvernig aðtöfum er staði. Þá við þessi litlu hér á Íslandi, við eigum ekki von á því að ná því að vera í hópi þeirra stóru þarna úti. Verðlaunin eru veitt fyrir varðveislu þyrpingarinnar og sögunar. Húsin eru alls 6, en franski spítalinn ásamt læknishúsinu hýsa Fosshótel Austfirði og safn veiðar Frakka við Ísland. Þessi húsakjarni skiptir bæði Fáskrúðsfjörð og sveitarfélagi Fjarðabyggð miklu máli. Þetta gríðarlega mikla þýðingu fyrir íbúana hérna af því að Fáskrúðsfirðingar hafa langa hríð haldið úr þessari sögu og svona menningu á lofti með ýmsum. Haldið hér meðal annars franska daga á hverju einasta ári í mjög mörg ár. Og bara svona verið, þessi saga búin að vera partur af þeirra lífi hérna mjög lengi og þeir hafa haldið mjög mikið upp á þessu sögu. Húsin og safnið voru formulega tekin á notkun sumarið 2014. Áætlað að 13.000 ferðamenn fari gegnum safnið í ár fyrir utan hótelgesti. Þannig verður til atvinna í kringum húsin. Það mikil atvinnusköpun, hún bein, það að segja hér fólk sem vinnur náttúrulega við hótelið og á safninu. Og síðan hún óbein vegna þess að þessi starfsemi hér hefur áhrif á aðra starfsemi og það er bara vel. En áhrif þessa fyrir ímynd bæjarbúa? Þetta gerir okkur stoltari. Þannig að svona verkefni svona ákveðið flaggskip í okkar bæjarfélagi og nær langt út fyrir þannig stað hérna. Þannig að við getum verið og erum mjög stolt af þessu og það hefur náttúrulega það er mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa stað eins og þannig. En það var tilviljun sem réði því að minjavernd réðist í verkefnið á Fáskrúðsfirði. Við vorum eiginlega búin að taka ákvörðun að ráðast í verkefni upp á Seyðisfirði. Fórum þangað með arkitekta, 2 arkitekta og 2 arkitektanema til þess að mæla upp það verkefni sem var ríkið á Seyðisfirði. Og það verkefni gekk svo vel að við ákváðum að skjótast suður á Hafnarnes. Vitandi af spítalanum þar og hafandi dálítinn áhuga á honum, höfðum áhuga á að skoða, kynna okkur hann og höfðum tíma til að mæla hann upp. Þegar að tilkom þá varð það ekki úr að við réðumst í verkefni á Seyðisfirði og þá áttum við þessar uppmælingatekníkar að franska spítalanum. Við höfðum ákveðið að næsta stóra verkefni minjaverndar utan Reykjavíkur yrði á Austurlandi. Þannig að tekníkarnar voru til og það var handhægt að taka þær upp úr skúffunni og það var svona eiginlega fyrsta versið í málinu. Uppbyggingin skóp líka atvinnu fyrir iðnaðarmenn í bænum á meðan henni stóð. Þeir eru ánægðir með að hafa verið hluti af verkinu. Ég var mest hrifinn af því þegar þau tóku niður gamla spítalann, stykki fyrir stykki og smíðuðu grimmdina í spítalann úr þessu gamla braki sem þeir komið með utan á Hafnarnesi. Því að þeir fóru allt út í það að taka 30 metra planka, höggva úr honum alla skemmtir og sponsa hann 12 sinnum til þess að sagt vera að nota hann í grimmdina. Og það er náttúrulega grindin í spítalanum sem er náttúrulega það flottasta við þetta. En það sést bara ekki neitt, það veit enginn af því hvernig það. Ekki nema húsasmíðameistarinn. Já, þeir sem voru að vinna við þetta. En það er náttúrulega hægt að hafa eitthvað hlut af þessu bara í gleri þannig að vera hægt að sjá hvernig þetta var. Og þegar þú kemur inn í húsi, horfir þú það alltaf eftir þessum svæði? Já, menn hafa allavega í huga þegar við fara hér Hann segir Fáskrúðsfirðinga alltaf hafa verið vel meðvitað frönsku tenginguna. Já, það hefur alltaf verið. Og það var með þess að áður en að minjavernd fór í þetta verkefni, þá var búið að stofna hér félag endurreisn
gamla spítalans. En það var náttúrulega hópur sem hafði ekki neinn peninga ráð til þess að standa í allir þessari framkvæmd. Það var náttúrulega ótrúlegt að koma með alla þessa peninga hérna á svæði til þess að endurbyggja þessi gömlu hús, búa til þessa sýningu. Það eigum við minjaverð mikið að þakka. Innarlega í Mjóafirði liggur ryðgaður prammi í fjöruborðinu sem fangað hefur athygli og vakið forvitni ferðamanni gegnum árin. Við fengum Sigfús Vilhjálmsson frá Brekku til þess að segja okkur sögu prammans. Já, þessi gamli prammi sem hérna inn í Fjarðarbotninum, hann búinn að vera þarna síðan 1965. Þá kom hann hingað í tilefni þess að það voru verið að setja hérna síldaplan og þá vantaði eitthvað undir úrganginn og hann var hafður við bryggjun og úrgangurinn slóginn og þetta það fór í pramman og síðan var hann dregið til Norðfjarðar og landað þar í Bræðslu. En þessi prammi kom frá Vestfjörðum og þar var hann notaður eftir ekki best veit. Það var áður en vegurinn kom í djúpinu til þess að flytja vinnuvélar, jarðýtur, skurðgröf og annað slíkt til bændana þarna. Og hann var sér það til frægðar, Mjóafirði, þarna vestra, að hann valt, síminn alltaf að hrella með eitthvað, að hann valt þar og ít út á koldust úr honum. En þetta náðist nú allt upp aftur og það var alltaf í lagi. Nú svo næsta það að hann sem sagt farið með hann hingað austur og í leiðinni var tekin eitthvað grótarbræðsla eða eitthvað lítil síldabræðsla í Bolungarvík og dregin til Bakkafjarðar og þar var hún sett í land. Mér svo ókunnugt það hvort hún var fór í gang eða ekki. Síðan hann dregin hingað. Hann var notað þetta 2 sumur en var mjög óhagstæður vegna þess að hann var svo þver fyrir og þeir voru bara rétt búin að missa niður hvað þetta annað, leiðinni yfir á Norðfjörð. Þannig að þeir lögðu honum þarna inn frá og þar hann búin að vera öll þessi ár. Þú getur lagt niður gaflinn á honum og framann og keyrt bara upp í Sandfjöru þess vegna. Því að ég lenti því, ég held að það hafi verið 68 eða hvernig var það 7, þá fór ég með þeim yfir í Lofmundafjörð að ná í skurðgröfu sem hefði verið flutt þangað á þessu pram. Og við settum hann svo í landi í Neskústað. Þetta var alveg ótrúlega fínt skip og ég vildi bara að þetta væri til núna bara eins og nýr prammi. Þá getum við bara farið með bílun okkar þegar við vildum bara yfir á Norðfjörð og svo tilbaka. Þetta er viðskiptahugmynd? Þetta er viðskiptahugmynd. Mér vantar viðskiptafræðina, ég hef aldrei haft hana. En það er svo merkilegt. En í dag stoppa, ég segi ekki hver einasti ferðamaður, þeir eru orðnir ofsa margir sem koma hér niður eftir á sumrin, ferðamennirnir, stoppa ævinlega að taka mynd af þessu fyrirbæri og ég hef frétt það að þetta sé á Face út allan heim, myndir af þessu pramma. Af því að ég hef svolítið prakkar í eðli mínu að þá var það fyrir mörgum árum síðan að prammi var nokkuð góðu ástandi að það komi hjón til minn, ég var í heiskap þarna innfrá og var að forvitnast þetta fyrirbæri og ég sagði náttúrulega eins og satt bara að þetta væri gamall innrásarprammi og blessu konan sem var þarna voru hjón og ferð fullorðin og hún var nú búin að spyrja mig spurningar sem ég fannst nú hálf klikkaðar en það er nú ekkert að marka það. Sveitamanninu finnst nú oft vitlaust það sem að menn úr fjölbíli er að spyrja mann Og hún segir svona, innrásarprammi, það var gerð innrás hérna. Já, veistu, það er ekki margir sem segir, það var gert á stríðsárunum segir, innrás hérna. Guð minn góður sagði, og fjallu margir. Nei, ég veit ekki, ég var nú ekki fæddur þá sagði, kannski hefur orðið eitthvað mannfalli, ég hef ekki neina fregnum um það. Þetta var nóg, kallinn spýtti og keyrði burtu. Ég satt eftir við skömmina. Aldrei nær að græða grunn. Líktu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum að.
hans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu blíð.